Grundartanga fjölbreytt starfsemi. Þar eru 2 stóriðjur og fjölmörg minni fyrirtæki sem verið hafa að setja sig niður að undanförnu. Gísli Gíslason, hafnarstjóri, hver eru nú helstu umsvifin hjá Faxaflóahöfnum hér á Grundartanga? Já, það er nú í fyrsta lagi að hérna á Grundartangasvæðinu þá eru nú starfandi 1000 manns, þannig að það er töluverð umsvif í kringu það. Efnahagsveltan hérna hleypur á 100 milljóna og það eru flutningarnir hérna eru 2 milljónir tonna sem er töluvert. Þannig að okkar hlutverk er hins vegar að þróa landið og gera klárt fyrir frekari starfsemi. Sjá til þess að hafnaraðstaðan sé þannig að við getum tekið á móti fleiri og stærri skipum. Og okkur hefur orðið mjög vel ágengt á síðustu 6-7 árum, þrátt fyrir kreppu og þá hefur þetta mjakast áfram. Svæðið hefur tekið miklum breytingum, mínu viti jákvæðum og hérna eigum við töluvert verkefni eftir næstu ár. Það hafa mörg fyrirtæki verið að setja sig hérna niður svona tengd og kannski ótengd líka þeirri starfsemi sem fyrir var, það er stóriðjunni. Já, en það er má reynda að segja að sko, stóriðjufyrirtækin 2, Elkem og Norðurál eru auðvitað hryggurinn í starfseminni hérna. En svo hins vegar hafa innviðirnir verið að styrkjast mjög verulega með tilkomu öflugustu járniðnaðarfyrirtæki á landinu, Hamar, Stálsmíðan, Héðinn, svo dæmi séu nefnd. Til viðbótar að þá er komið hérna framleiðsla á fóðri sem að Líflandi með, sem er mjög áhugaverð og skemmtileg viðbót. Ný framleiðsla í endurvinnslu á járni og endurvinnsla á álgjalli og fleiri aðilar eru að velta vöngum og hafa áhuga á að koma hingað inn. Þannig að ég segi bara hér er mígrútur á tækifærum til þess að efla starfsemina. Það hefur verið talað jafnvel þjónustu við skip hérna eins og Slipp eða Kví. Alveg augljóst að Grundartangi liggur afar vel við varðandi þurrkví og alveg burt séð frá öðrum slippum að þá eigum við að hugsa það verkefni stærra. Við erum að velta og hafum augun á þessum siglingum sem er að verða og munu verða hérna í kringum Ísland og þjónusta við þessi skip er auðvitað einn augljós þáttur sem að væri ekki hægt að sinna í dag en væri mjög áhugavert að fara hérna á svæði vestar á Grundartanganum með þurrkví sem geti tekið svona 130-150 metra löng skip og hver veit nema að það verði áhugavert að koma hér með litla borpalla til viðgerða eða önnur verkefni, þannig að við erum í stakk búnir í rauninni til þess að sinna býsna miklu. Heldurðu að nágrannarnir sem reka hótel þarna við Slippinn í Reykjavík, væru sáttu við það ef starfsemin yrði kannski færi það? Já, ég held að Slippurinn í Reykjavík, hann getur starfað alveg óháð nýjum Slipp hér en það eru kannski allt aðrar forsendur í Reykjavík fyrir Slippinn, það er að þrengja að honum, það eru aðstöðumál þar sem að svona með tímanum munu kannski leiða til þess að starfsemi hans mun minnka en við erum að hugsa kannski frekar hér upp frá skip af meiri stærðargráðu heldur en Slippurinn í Reykjavík tekur við. En er það ekki einmitt málið? Er ekki þrengt að höfnum allstaðar á höfuðborgarsvæðinu með byggð? Það er allstaðar í þessum borgar- og bæjarhöfnum að þá er þetta slagur dálítið plássið og þróunina. Þetta hefur svo sem gerst líka erlendis, þekkjum það en hérna á Grundartanga þá höfum við auðvitað þá kosti umfram mörg önnur svæði að hér er bara iðnaðar- og hafnaraðstaða, hér verður ekki íbúða vandamál. Við erum að vissulega hins vegar í landbúnaðarhéraði sem að við þurfum að gæta að og ferðamannahéraði. Þannig að umhverfismálin skipta okkur miklu máli að ásýndin sé eins góð og hægt er. En þetta á að geta farið vel saman við alla starfsemi hérna sem er hérna í héraðinu. Þið hafið verið í nokkrum vandræðum með vatnið eða ekki? Hafið ekki þurft að standa í einhverjum vatnsveitum framkvæmdum hér? Jú, það er, vatnsmálin eru kannski veikleikin á tanganum. Það er hins vegar að þá hefur náðst samkomulag við Elkem að auka og efla þá veitu sem þeir eru með, þannig að það mun koma íbúum í Hvalfjarðarsveit til góða og það mun koma hérna svæðinu til góða, þannig að við erum orðin mjög vel settir núna til framtíðar með neysluvatn. Við værum hins vegar ekki vel settir ef það væri vatnsfrek framleiðsla. Þannig að það eru takmarkanir en það eru hins vegar líka tækifæri og
til dæmis með heitt vatn, við erum ekki með það hérna niður á svæðið, en hver veit, það er aldrei að vita nema menn finni heitt vatn hérna í vinnanlegu magni upp í Hvalfjarðarsveit og hérna upp við Leirá, eða það er hérna inn við Saurbæ, en svo er aftur líka mjög áhugavert, og það er held ég eitt mesta umhverfismál hérna á svæðinu og Íslandi þess vegna, að það er að nýta orkuna sem fer hérna út í loftið frá Elgum, og eða nýta orkuna og hitann sem að fer á Reykjanesvirkjun. Og það veit ég að hérna á svæðinu eru snjallir hugvitsmenn í þessum járniðnaðarfyrirtækjum sem að ég veit að þeir munu finna lausnin á því að nýta orkuna þar til að hita upp húsin. Gísli, nú að Katanestýrið, hér fræga fætt og uppali hér í nágrenninu, og Katanestjörnin þar sem það lifið í. Þetta var allt orðið þurrt, tjörnin að segja, en dýrið, var það í útrýmingarhættu líka? Já, nú eru bjartir tímar framöndan hjá Katanestýrinu því að við höfum endurheimt tjörnina, og það er mjög gott verkefni, það er umhverfisvænt, það er mjög skemmtilegt verkefni sem að Helga Guðmundsdóttir heitir að vinna fyrir okkur í hvernig við getum þróað það svæði áfram umhverfið. En það má auðvitað segja að Katanestýrið sem að fyrst varð vart við 1874, og margir urðu varir við, en það svona náðist aldrei, en svo eyddu menn áratugum hér í að ræsa fram tjörnina, svo komum við og fyllum allt upp aftur og endurheimtum votlendið, og við vonum að það verði til góða. En hérna er auðvitað mikil saga á Grundartanga, það er auðvitað írsk hefð hér, og eins og bara Katanes er lóðbeint írskt orð, og kat segja mér að tengist hugtaki á skipi. Nú hérna var náttúrulega stríðsárunum kampur, Camp Kart, og hér yfir voru tundurduflagirðingar og lengi má telja. Hér er Gorvík þar sem að menn greinilega tóku sauðfé og hreinsuðu slátrið, og svo framvegis, svona má lengi telja. Allt er mikilvægt að iðnaðurinn, hafnarstarfsemin og sagan að þetta haldist í hendur. Það margt að sjá hér á Samgönguminjasafninu í Brákarey í Borgarnesi. Félagar í fornbílaklúbbi Borgarfjarðar hafa komið hér upp myndarlegu safni. Sigurður Þorsteinsson, hvernig er þetta, hvenær var þetta tilbúið eða hvenær byrjuðu þið með þetta safn? 24. mars 2011 þá komu hérna saman félagar sem eru hvorki fleiri heldur en 70 og þar yfir, og þetta var stofnað og hérna kosin stjórn og hérna húsið fengum við afhent 1. september ef ég man rétt sama ár, og þá var Brettubermar, og við opnuðum hér 20. og 3. júní 2012. Og þetta var hluti af sláturhúsinu hér í Borgarnesi, þannig að það hefur væntanlega þurft að þrífa svolítið hressilega? Já, það þurfti að þrífa hérna hressilega, hérna var gærukjallari, og við sögðum alltaf heima hjá okkur kallarnir, við varum að fara í gærukellarann. Við fengum fylgd fyrstu dagana. Þeir heldum að við varum að fara í eitthvað vafasamt, en sáu þá hvað við vorum að gera. Og hérna er búið að gera eins og þið sérð, hér undir stórvirki, málaði hólf á gólf, og hérna eru snyrtilegi bílar inni af flestum árgerðum, sá elsti frá 1927, og svo verður að vera 25 ára til að hafa gjaldgengið til að koma sér í hús. En hvernig var það, Sigurður? Áttu félagar í fornbílaklúbbnum einhverja bíla fyrir til að sitja strax á safnið, eða byrjuðu strax að safna bílum? Við áttum bíla til þess að geta sett hérna inn strax. Svo óx þetta bara, menn fóru sem átti bíla heima yfir sér, þeir fóru að koma með þá og menn að gangi í félagið og hérna koma með sína bíla, og þetta eru bílar sem að félagar í félaginu eiga. En við eigum hérna fornbílafélagið, það Samgönguminjasafnið á hérna 4 bílinni, en þetta er í eigu bara félaga. Þannig að bílarnir, þeir koma kannski víða að og eru í margra eigu? Já, þetta er nú aðalega hérna af
á horninu hérna, Vesturlandi. Það er aðalega sunnan á Reykjavík og það er á Akranesi, það er hérna á Borgarnesi og hérna nærsveitunum. Er auðvelt að fá bíla í svona safn? Þú getur margfyllt þetta húsnæði. Eftirspurnin, hún er meiri heldur en við getum tekið á móti. En er einhver eðalgripur hérna sem þú heldur upp á umfram annan? Já, þeir eru hérna nokkri sem að maður heldur upp á og við ætlum að koma að þeim og eftir. En Sigurður, ætlarðu að segja okkur svolítið frá þessum merkilegu bílum? Hérna eru við með 2 mjög gamla til dæmis. Já, þetta er elsti bílir á safninu. Ford framleiddur 1927 og Ford T-gerð. Þessi bíl er á merkilega sögu. Hann kemur frá Hafnarfirði, Magnús Jónsson, kennari og fræðimaður, áttan. Sæmundur kaupirinn af yngstar í Suður Reykjavík og hérna tekur hann og Örn Símonarson bifvélavirki hjá honum, ásamt fleiri starfsmenn hjá honum, Kristjáni Sigurðssyni, Kristján Andriðssyni, Steindóri frá Brennastöðum og Flókadal og hérna Guðjón heitir einn sem var hjá honum sem tók bólstraði bílinn upp og Örn, hann gerði þennan bíl svona sem þið sjáu faglega upp og þessi starfsmenn hans og Sæmundur átti hann lengi og var í sem sagt stofustáss hjá honum, var með hann lengi heim í stofu hjá sér. Svo lenti hann í því að hérna Sparisjóðurinn tók bílinn eða hann seldi Sparisjóðurinn bílinn og svo þegar hann rúllaði að þá eignaði Arion-bankann, eða taldi sig eigan og gaf hann að Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri, en þetta er nú ekki landbúnaðartæki eins og þið sjáið, þannig að við fengum hann hérna til varðveislu en Landbúnaðarháskólinn á hann og hann er hérna til sýnis fyrir alla sem vilja. Sigurður, þessi DKF hérna, árgerð 1956, er þetta ekki svolítið merkilegu bíl líka? Já, þetta er merkilegu bíl því að þetta er best ég veit eina eintækið sem er til af þessari gerð hér á landi. Ég veit það eru 2 DKF jepplingar austur á Kirkjuvegarklaustri. En þessi bíl, við fengum hérna tölvupóst það að þessi bíl væri í geymslu hjá Fornbílafélagi Reykjavíkur, eða Íslands réttara sagt, og hérna við veitum eignast hann ef við vildum taka hann og það sem við gerðum. Og við eigum hérna einn snilling í félaginu, Örn Símonarson, sem hefur gert hérna marga bíla og tók þennan bíl heim í skúr til sín og hann var ekki liðinn dagurinn, þá var hann kominn í gang. Þannig að hann fór nú að taka til í honum, vita hvað að fyndi í honum. Þá fann hann það sem var sett út á í skoðun 1971 og þar voru spindlarnir. Og þá var ekki aftur snúið, hann reif undan honum alltaf framan og fór með í viðgerð öxlana og lét hérna renna bremsudælur og fekk gúmmíið það og bíllinn hann glansaði gegnum skoðun núna 2014 og er skráður á þau númer sem hann var fyrst skráður þegar hann kom hérna til landsins, R840. Þessi Toyota hér, Sigurður, Toyota Crown árgerð 1988, þetta er svolítið merkilegur bíl. Já, hann var í eigu Vigdísar Finnbogadóttur á hluta af hennar forsetatíð. Síðan hérna fer hann í eigu Toyota Íslandi, Svansprent í Reykjavík, Toyota á Íslandi aftur, Rúnar Már Hjartarson á hann 1995, Kristbjörg Guðmundsdóttir kaupir hann 1996, hún var bóndi á Stóruþúfu, ásamt manni sínum Ásgrími Stefánssyni og þar var þessi bíll þangað til í fyrra sumar að þá hérna fölðustu við eftir honum, gátum hann ekki fengið hann gefins en við keyptum hann, þetta er í sig segja þessi fór hann á því hann
fyrir 1 krónu íslenska. Þannig að þau sjáu að hún einhvers virði. Og vitið þið þótti þægilegt að hafa þennan bíl á sínu tíma áður nú á forseti og kannski meðan nú á forseti því að það var með segulbandi og það var að taka upp ræður og annað í bílnum? Já, ég hef heyrt að sagt að hún hafi, þegar hún verið tímaþröng blessunina, þá hafi hún reykið spól í og talað inn á bandið og hlustað svo á það og yfirleitt hefur þau ekki þurft að taka þau upp aftur. Stefán Ormar, þú varst á tónleikunum í Eldborg í kvöld. Hvernig fannst þér? Þeir voru alveg frábærir og Skagamönnum til sóma. Ég bara vildi að við í fótboltanum jafn góður og þeir eru á sviði. Þetta búið alveg dásamlegt kvöld og þetta verður bara ógleymanlegt ókomna daga fyrir kall á mínum aldri og fólk sem var nú flest á mínum aldri hérna í salnum, sýndist mér.
Nú ert þú, Baldur, af í rauninni annarri kynslóð. Þú sonur Ólafs Theódórssonar sem að var nú einn af fyrstu Dumboðunum. Manstu eftir þeim tíma þegar pabbiði var í Dumbo? Nei, ég man ekki eftir. Maður náttúrulega elst upp við að heyra mikið þetta tala og upp við þessa tónlist. En ég man ekki eftir þeim tíma, nei. En þá var hann hættur 63 og ég fættur 64. Þeir hafa engu gleymt og bara gaman líka ekki síður að hitta allir þessar skagamenn hérna, sko. Það er bara eins og ættamóti eða átthagafélag Akraness eða eitthvað. Rosalega skemmtilegt. Til svolítið þekkt mynd af þér. Já, á sínu tíma var gert plakkat til þess að auglýsa hljómsveitina vítt á breitt landi og það var mynd úr Glaumbæ sem að prýddi þetta plakkat og ég var akkurat í miðjunni á dansskólinni í Glaumbæ og Jón Trausti vinur minn hefur alltaf haldið því fram að það hefði trekt gríðarlega vítt á breitt landi, þetta plakkat. Þetta hefur kannski stuðlað að landsfræði Dumbo og Steina. Ég hugsa það hluta til, en þetta stuðlaði líka hjónabandi mínu, sko. Þannig að þeim. Þannig að þegar trúlega hún veist að spila í kvöld, sko, þá rifjaðist ýmislegt upp. Ja, Trausti, hún kominn niður af sviðinu í Eldborg. Hvernig var þetta? Bara í einu orði sagt, meiri háttur. Fyrir okkur og vonandi fyrir ykkur líka. Ég meina nú fylltu þið 1800 manna sal. Já, við erum hægt að fara fram á mikið meira. Þetta er toppurinn hjá okkur á ferlinum. Þetta er nýkominn af sviðinu. Sáttur? Já, mjög sáttur. Þetta var bara æðislegt. Bara yndislegt að vera með þessu fólki hérna. Þetta er ótrúlegt bara. Þetta er alla þennan tíma. Hugsið ykkur. En reiknaðu með því að þið fengið fulla sal í Eldborg, svona 1800 manns? Nei, ég reiknaði ekki með því, en Ísólfur sem að hérna dró okkur út í þetta, hann sagði bara þetta gerist, þetta verður í lagi. Og það var í lagi. Og mér sýnist bara með svona það sem við höfum fengið að móttökurnar að þetta hefur bara gengið upp. Fólk er mjög ánægt og hérna allir sáttir sýnist mér. Partí hérna sjáum við í hvað er þetta, Munnharpan? Fólk kemur, hugsa ykkur, það kemur, þetta er líka reunion hjá þessu fólki sem var til dæmis í Glaumbæ á sínum tíma. Það kemur hérna og hittist. Og maður sér hérna mörg andlit og maður heyrir, sko, ert þú hérna? Ég hef ekki séð þig í 40 ár eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara æðislegt.